í liði Þórsara maður nafni Oddur Gretarsson, Rakel, og hann var stórbrotinn í þessu leik. Hann var alveg geggjaður og sko ekki síður fannst mér þarna megin á vellinum, sérstaklega í fyrri hálfleik einhvern veginn. Hann stelur bolta, hann stafnar henni í horninu í vörn og hann fór líka í bakurinn og líka fyrir framann, hann einhvern veginn allt í öllu. En hann einhvern veginn gerir þetta hrikalega vel, að koma út á hárréttum tíma, hann ekki að selja þessu og hratt, óþægilt fyrir sóknarmenn FH sem eru kannski komnir nálægt vörninni í sterka árásir. Hann fær fiskar ruðning, hann mætir á hárréttum tíma út og neglir, sko, varnarhlutverki nefnilega líka svo geggjað. Svo fyrir utan það þá skorar hann auðvitað fullt af mörkum, bara eins og þarna skilur hann bara mætir þarna undir, bara frábærlega vel gert. Það skorar hann náttúrulega fullt af mörkum, fullt af stóðsendingum, kemur fyrir utan líka í lokin þegar þeir eru að vinna upp munin, sem þarna. Þannig að hann fyrir utan, hann að taka ákvarðanir. Þetta var svo með þetta stórkostlegur leikur hjá honum, alveg geggjaður. Hann og Kári náðu gríðarlega vel saman. Þau tóku yfir síðasta korterið bara. Já, sko bara og aðeins með Odd, sko. Ég spilaði með honum fyrir, ég veit ekki hvað, 17-18 og síðan eða eitthvað. Og hann bara, þú veist, þá var hann svona leikmaður ungur. Góður í vörn, hann skildi leikinn, hann got komið fyrir utan. Hann ber þvílíka virðingu fyrir boltanum, hann tapar honum eiginlega aldrei. Færa hann ekki frábær. Eina sem þessi spurningamerki við, af hverju er að skipta, sko, þó að hann klikki eintum vítum á þessu tímabili. Þórsararnir eru held ég með undir 50% vítaníku í deildinni sem myndi gera verkum að það voru með töluvert fleiri stig og var að nýta það. Af hverju er hann ekki bara alltaf á punktinum, sama þó hann klikki.